fyrir þig. Já, komið sæl. Þó að verðist nú rólegt yfir landinu á þessi yfirlitskorti að þá var nú mjög óstutt loft yfir vestanverðu landinu og mynduðust mjög öflug skúraský með þrumum og eldingu sem varð víða vart í dag. En annars höfum við hérna þessa miklu lægð yfir Noregi og hún að teygja sig í áttina til okkar og kemur nú til með að valda svona skammverðri norðvestanátt á norðausturhorninu á morgun. Og síðan höfum við þessa miklu lægð hérna langt suður í hafi og sjá lægðin nú á leiðinni svona hægt og rólega austrabógin en hún kemur samt til með að senda úrkomubakka til okkar. Það kemur eitt úrkomukerfi til okkar á aðfaranótt fimmtudagsins sem fer nú reynda bara yfir suðvesturhornið og síðan sjáum við hérna á föstudeginum að þá fáum við nýtt úrkomukerfi og þá fer nú væntanlega að rigna á öllu landinu. En við skulum skoða hitasviðið og þá sjáum við að með þessari lægð að þá fylgir mjög mikið af hlýju lofti og svona þegar líður á vikuna að þá fer þetta hlýja loft að streyma hérna til okkar og á fimmtudaginn þá byrjum við nú svona að sjá rauða litin koma yfir og á föstudaginn og laugardaginn verður þetta loft komið yfir landið og þá mun fara að hlýna hjá okkur. En Íslandskort morgundagsins lítur þá svona út. Við sjáum hérna á norðausturhorninu svolítið hvasst hérna stíningskaldi, norðvestan stíningskaldi og það byrjar að hvessa þar í nótt og þetta svona endist fram á morgundaginn. Það verður einhver lítilsháttar rigning hérna við norðausturströndina en annars staðar á landinu verður vindur mun hægari og talsvert bjart líka. Og hitatölurnar það verður svona hlýjast hérna á Suðurlandi þar sem hitinn getur farið upp í 18 stig meðan að svalast verður hérna við norðausturströndina þar sem við erum ekki sjá nema 6-7 gráður. Nú síðan áfram á fimmtudeginum að þá eins og segja aðfaran á fimmtudagsins að þá munum þetta fyrsta úrkomukerfi fara hérna yfir suðvestanvert landið og þegar þetta kort gildir á hádegi þá verður þetta svona mestu farið yfir en það verður nú svona áfram þungbúið og einhver væta sunnanvert landið. Norðan og austanlands ætti að verða þurrt og nokkuð bjart og þar verður líka vindur mun hægari. Það verður einhver strekkingur sem að fylgir þessu á suðvesturhorninu svona ákveður þegar að þessi skil fari yfir. En síðan á föstudaginu að þá fáum við næsta skila pakka yfir landið og hann á nú að verða eitthvað öflugri þannig að það þýðir að það verður rigning allt land og það verður svona strekkingsvindur hérna við suðurströndina meðan að vindur verður mun hægari norðan til. En eins og sjáum við þá verður þungbúið á öllu landinu og hitatölur eru svona byrjaðar að stíga hjá okkur mjög víða. Á laugardeginum aftur á móti að þá verður nú svona vindur orðin mun hægari og áttu verður svona breytilega á landinu en það verður þungbúið og það verður einhver væta hérna einhver landið sunnanvert og hitatölurnar þær eru svona á bilinu 15 og gæti alveg farið upp í 20 stig hérna þar sem að hitinn verður mestur. En við skulum þá enda þetta á korti morgundagsins. Það verður sem sagt fer að vaksa vindur hérna úr norðvestri á norðausturhorninu í nótt og það verður svona stíningskaldi á morgun með einhverju rigningu. Annars staðar á landinu verður bjart og hlýjast verður hérna á Suðurlandi meðan að svalast verður hérna við norðausturströndina. Við skulum láta þetta vera í bili. Verið sæl.